Heimsstyrjöldin síðari hafði staðið í rösklega 8 mánuði, frá því í septemberbyrjun 1939 þegar herskip lagðist að bryggju hér í Reykjavíkurhöfn eldsnemma morguns 10. maí 1940. Á land gengu breskir hermenn. Hernám Íslands var hafið. Þar með urðu tímamót í íslenskri sögu. Hlutleysi sem verið hafði burðarás í utanríkisstefnunni allt frá 1918 var rofið og sjálfstæði þjóðarinnar skert. Aðdragandi hernámsins var skammur. Bandamenn höfðu tvívegis gert áætlanir að setja hér á land í Noregi, en reyndin var þó sú að Þjóðverjar sem höfðu veður að þessum ráðagerðum yrðu fyrri til og réðust til atlögu í Danmörku og Noregi 9. apríl 1940. Með því að taka Noreg höfðu Þjóðverjar tryggt járngrýtisflutninga sína frá Svíþjóð og brotu sér leið út úr herkví Breta og áttu nú greiða leið út á Atlantshaf úr norskum höfnum. Við þessu urðu Bretar að bregðast með því að færa aðalhafbanslínu sína sem legið hafði milli Noregs og Orkneyja, norður og vestur í sundin milli Grænlands, Íslands, Færeyja og Orkneyja, því að þessum hafbanslínum var ætlað að hindra þýsk skipi að komast út á siglingaleiðir á úthafinu og koma í veg fyrir alla flutninga til Þýskalands sjóleiðina. En eftirlit með svo fjarlægri hafbanslínu og langri gátu Bretar tæpast haft nema að hafa aðstöðu fyrir eftirlitsskip og flugvélar á Íslandi. Þess vegna voru örlög Íslands í þessu efni ráðin þegar Þjóðverjar náðu tangarhaldi á Noregi. Þá þegar var í raun sýnt að Íslendingum myndi ekki auðnast að standa álengdar í þeim hildarleik sem hafinn var á meginlandi Evrópu og átti eftir að geysa mikinn hluta heimsins næstu árin. Bresk stjórnvöld fóru þess á leit við íslensku ríkisstjórnina sem þessar mundir var þjóðstjórnin sem svo var nefnd, skipuð fulltrúum Framsóknarflokks, Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks að Bretar fengju hér aðstöðu fyrir flugher og flota. Þessu var hafnað og vísað til hlutleysis þjóðarinnar. Menn voru þó á báðum áttum en gerðu sér enn vonir að Ísland gæti staðið hlutlaust utan þeirra átaka sem hafin voru. Það byggðist algjörlega á flotaveldi Breta eins og menn höfðu reynslu af því til dæmis í fyrri heimsstyrjöld. Og þessar vonir sem voru ámönnum í sambandi við það allt saman sem í vændum var og það kynni að vera öðruvísi, þær voru byggðar á því að hernaðarstaðan kynni að hafa breyst með fluginu og svona nýri hernaðartækni sem kom nú náttúrulega í ljósa að orðinu var þegar að Þjóðverjar fóru á stúfana og þegar að þeir til dæmis meira segja gátu tekið Noreg og haldið Norður-Noregi þrátt fyrir flotaveldi Breta, þá fór mann að blöskra þetta og fór að láta sér þetta í huga að þetta kynni allt að vera gjörbreytt og að Þjóðverjar hefðu kraft til þess að koma klónum jafnvel í Ísland. Og það ríkti hér ákaflega mikil spenna á þessu tímabili frá 9. apríl til 10. maí, altså hver kæmi. Mönnum var það alveg ljóst að það myndi einhver koma, annar hvor aðili myndi koma. Hvor það undan Bretar eða Þjóðverjar? Hvor undan Bretar eða Þjóðverjar. Bretar töldu sig heldur ekki geta látið öllu lengur við svo búið standa. Þó voru skiptar skoðanir það hvernig á málinu skildi tekið svo að það var ekki fyrir 7. maí og þá eftir talsvert þóf að endanlega var ákveðið í Lundúnum að hingað skildu sendir 800 menn úr landgönguliði flotans til þess að hernema landið. Aðfaranótt 10. maí ösluðu svo bresku herskipin inn á Faxaflóa. Bæjarbúar voru auðvitað flestir í fasta svefnu og höfðu engan pata af því sem nú var að gerast. Þeir voru þó til sem virtust hafa grun að eitthvað væri í aðsigi eins og leigubílstjórar sem voru við vinnu nóttina urðu varir við. Við tókum eftir því frá miðnætti að þá var bíll þýska konsulatsins á ferðinni hér niður á Ingólfsgarði á klukkutíma fresti. Þeir labbandi út til þess að kíkja hér út á sundin til klukkan að verða 5 morguninn. Snemma á nóttina hafði sést til flugvélar sem hnitaði hringi yfir bænum. Þetta vakti mikla athygli þeirra sem vélarinnar urðu varir því að á þessum árum var slíkt mjög óvenjuleg sjón. Síðar kom í ljós að þessi vél hafði verið send í könnunarflug frá einu bresku herskipana sem var á leið til Reykjavíkur. Það var þó ekki fyrr en undir morgun sem skriður komst á atburðarásin og meðal fyrstu sjónarvotta voru vaktmenn í skipum í Reykjavíkurhöfn. Þá lít ég út á flóan svona í áttina á Akranes og sé ég koma þó nokkur skip sem stór og ég sé að sum þeirra eru herskip sem koma þarna inn og mig grunar strax að nú er ég hernema Ísland og nú veit ég ekki hvort þetta séu Amerikanar
englendingar eða Þjóðverjar. Maður hafði heyrt í flekt að Þjóðverjar voru þá nýbúin að hernema Danmörk og Noreg og maður gat búist við öllum. Og ég hugsa með mér að það er best að sjá hvernig þetta fram vindur og hvað þetta verður. Og þegar þeir koma hér inn, þá kemur hér korvetta á fullri ferð og hún keyrir hér inn, hafnar kjaftinn og þá flýti ég mér eins og ég get og kemst á gömlu Eimskipafélagsuppfyllinguna framundan þar sem Eimskipafélagshúsið er og stend þar ásamt nokkuð mörgum lögregluþjónum íslenskum sem stóðu þar einnig og þá leggur skipið upp að það fullri ferð og það voru 100 manna sem voru borðið í, það var efst ofan úr brú og alveg niður úr og þeir voru allir grænklæddir og mér létti stórum því ég sá að þetta voru breskir hermenn en ekki þýskir. Því að ég aftur kannski ekki voru á neinu góðu hefði það verið þýskir hermenn því ég var einn af stofnendum nefnilega Kommúnistaflokks Íslands 1930 og það var árðarlega nógur til þess að gefa upp þá sem það hefði verið Þjóðverjar sem tóku land. Svo koma þeir þarna í land og þeir hafa mjög hraðan á og þá segir einn lögregluþjónninn eigum við að veita þeim einhverja mótspyrnu, þá segir annar sem var mjög rólindur sýnilega nei, það gerum við ekki. Og þeir hörfuðu svona tilbaka en breskir hermenn koma þarna upp með vélbyssur og handvopn önnur og gengu upp að Eimskipafélagshúsinu á gamla planinu sem er steinplaninu sem sé pulsuvagninni núna og þar settur vélbyssu á 3 fóta statíf og miðuð henn á der Eimskipafélagsins. Því eins og allir vita þá er merkið Eimskipafélagsins líkt hakakrossfárunum og þeir gátt ekki vitað hvað það var. Með breska hernámsliðinu kom nýskipaður sendiherra Breta á Íslandi, Howard Smith, sem gekk þegar á fund ríkisstjórnarinnar í stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg. Stjórnin mótmælti aðgerðum Breta en þar við satt því að mótspyrna kom ekki til greina en það taldi hún líka illskára að fá fremur hingað breskan her en þýskan. Haft er eftir Hermanni Jónasinni forsætisráðherra þegar honum var sagt að hingað veri komið breskt herlið, jæja, eru þeir þá komnir. Þarna voru allir ráðherra þjóðstjórnarinnar á einu máli. Algjörlega einhuga frá fyrstu byrjun og ekki nokkur slagi þar á að öll ríkisstjórnin var á því alla tíð að hafði gífurlegan áhuga fyrir því að bandamenn inn í styrjöldinni. Fyrir landgönguliðunum bresku hafði verið brýnt að þeir væru óboðnir gestir á Íslandi og verið því að koma fram að kurteisi og þolinmæði. Valdi skildi ekki beitt fyrir en allt þryti. Svo langt vildu Bretar ganga í þessu efni að yfirmönnum landgönguliðsins var sagt að þeir kynnu jafnvel að þurfa að sætta sig við að einhverji liðsmanna þeirra féllu án þess að þeim yrði heimilað að svara í sömu mynd. Mótspyrna sem Bretar töldu sig hugsanlega geta óttast var annars vegar af hálfu lögreglunnar. Sá ótti var í raun ástæðulaus, lögreglulíðið var fámennt og ekki til hernaðar búið og að auki var hluti þess við æfingar á Laugarvatni þessar mundir. Íslendingar höfðu því enga burði til þess að beita vopnavaldi þótt einhverjir hefði viljað. Hins vegar var landgönguliðunum sagt að ef til vill mætti búast við mótspyrnu frá Þjóðverjum sem hér væri búsettir. Sá möguleiki var þó líka óraunhæfur. Bretar töldu að Þjóðverjar myndu bregðast harkalega við þegar þeir fréttu á landgöngun á Íslandi því að þeir hefðu 50.000 manna her fararbúinn ef til vill til Íslands. Líkast til var þar þó í raun að ræða hluta þess liðsafnaðar sem réðst inn í Niðurlönd samtímis því sem Bretar hernámu Ísland. Bretar þurftu því lítið að óttast af íslenskri eða þýskri hálfu þennan maímorgun í Reykjavík. Kannski var það eins gott því að ekki þótti íslenskum sjónarvottum að landgöngunni liðið allt mjög hermannlegt, þó þarna væri komni landgönguliðar úr hennum konunglega breska flota. En hvað svo sem mönnum fannst það, létu Bretar hendur samt standa fram úr ermum þegar land var komið, þótt sumir landgönguliðana væri tæpast búnar að jafna sig eftir sjóvolkið. Einn bresku landgönguliðana, Royal Marine, sem gengu hér á land á morgni 10. mæ 1940 var Burt Ward. I don't know whether you felt welcome on that morning in May 50 years ago, Mr. Ward, but this time you are certainly very welcome. Thank you very much indeed, yes. This is the very spot where you first stepped ashore. This is the very spot. Fortunately, it wasn't raining, but obviously the buildings have all changed, and I remember the quay was cobblestone, not tarmac, but the landscape is more or less as it was. But this expedition to Iceland was a hurried one, wasn't it? It was indeed. We assembled at a place called Portsmouth down the south of England and took an overnight special train up to a place, Gourock on the Clyde, and there waiting for us were 2 battle cruisers, the Berwick and the Glasgow, which had already been loaded with our equipment. It wasn't until we got on board
were we told that we were destined to Iceland. Not many of us, or if any of us, had ever been abroad before, and certainly not to sea. What was the reaction among your Marines when you were told that you were to occupy Iceland? I guess somewhat of relief, because many of us, or in fact all of us, thought we were going to Norway at that stage, where obviously there was heavy fighting going on, and the feeling does that we probably were more secure in Iceland. How was the morale of the troops? Somewhat low, I guess, because the Germans at that time were overrunning Europe and were going to proceed to take France. What knowledge did you have of the importance of your mission? Well, we considered that it probably would be strategically advantageous to us to take or occupy Iceland, particularly with the convoys from America and the supplies there. What happened when you got near to Iceland? We had been sailing for two or more days, and we came into calmer water at about 2 o'clock, I suppose. And at that time, the Walrus seaplane was catapulted off the Berwick to reconnoiter. We were brought up on deck, and for the first time, through a snowstorm, saw the lights of Reykjavik, which seemed to me to be somewhat of a fairyland, because over the previous 6 months in England had been a blackout. We then transferred onto the destroyer Fearless and proceeded to come inshore. What did your officers tell you about possible resistance upon your arrival in Iceland? They said that they did not expect a lot of resistance, but we must be prepared. What was the task assigned to your platoon? The task was to go to the German consulate and take the staff into custody, so we proceeded at a jog through the centre of the town until we arrived at the consulate itself. Meðal fyrstu áfangastaða var einnig Landssímahúsið þar sem ríkisútvarpið var líka til húsa. Þar komu Bretar að öllu læstu og brutu sér því leið inn í húsið. Pósthúsið og loftskeytastöðin á Melunum voru líka meðal fyrstu staða sem teknir voru herskildi. Aðrir herflokkar lokuðu strax leiðum út úr bænum og jafnframt var hafist handa við að smala saman þeim Þjóðverjum sem voru í Reykjavík. Ég var gestur hérna á Hótel Heklu sem þá stóð hérna við endan á Lækjartorgi ásamt 4 félögum mínum sem voru með mér á verki í Sandgerði. Snemma morguns þá vöknuðum við fyrir það að það eru hermenn með alvæpni sem eru með byssustingi og voti í sængina hjá okkur og kalla til okkur og segja getta. Við erum eitthvað skíthræddir og klæddum okkur. Og þegar við komum fram að ganga þá voru gangarnir fullir af hermenn með alvæpni og við erum reknir eftir ganginum og niður stiga og út á vörubíla sem standa í röðum hérna fyrir framan hótelið og fullt af hermennum bæði upp á öllum húsþökum og upp á bílpöllunum og upp á húsunum, allir með byssustingi og síðan erum við keyrðir niður Austrætið og niður að Höfn og fyrir neðan Hafnarhúsið þar liggur stór tundurspillir og við erum reknir þangað niður í skipið og inn í stóran sal þar sem voru fullt af yfirmönnum sem satt við langt borð og okkur skipað að vera þar í einni röð og síðan hver og einn tekinn og kallaði fram og það tekið allt úr vösum hans, vösum okkar og sumir voru klæddir úr jökkunum og síðan erum við yfirheyrðir þarna en líklega tilgáttan svo rétt að það var þýskt skip sem hefði sökkvið út af landinu og með Þjóðverjum og þeir höfðu gist þarna á Hótel Heklu nóttina. Þeir voru þá raunverulega að leita að þeim? Þeir voru raunverulega að leita að Þjóðverjunum en tóku alla gesti sem voru á hótelinu. Þetta skip var Bahía Blanca sem hafði sokkið út af Vestfjörðum veturinn. Skipherjar á togaranum Hafstein höfðu bjargað skipshöfninni 62 mönnum sem síðan höfðu hafst við á gistihúsum í Reykjavík. Sá kvittur var á kreiki að þeir væri raun dulbúnir þýskir hermenn en svo var þó alls ekki. Okkur haldið þarna til klukkan 2 daginn
og þá búið að yfirheyra okkur með hérna svona yfirmönnum og túlk sem var frá Íslandi sem túlkaði allt sem þeir sögðu. Og hvað voruð þið spurðir? Við vorum spurðir það hvort við hefðum haft nokkuð samskipti við þessa Þjóðverja og hvort við hefðum nokkuð haft samneyti við þá leiður koma á hótelið sem við hefðum ekki gert. Við hefðum aldrei séð þessa menn og vissum eiginlega ekki neitt að þeir voru þarna. Hvað mestu þótti Bretum þó varðan á þegar á sitt vald þýska aðalræðismanninum Werner Gerlach, bústað hans og skrifstofu í Túngötu 18. We were deployed around the building with the rifles at the ready, and the major and sergeant went up to the door and knocked, and it was opened by Herr Gerlach, who was fully dressed, so obviously it had been tipped off. He made some sort of protest, but accepted it, the inevitable, and we proceeded to go inside. But then what happened when you were inside the building? The major and the sergeant still conferring with Herr Gerlach, and then there was a smell of burn, we all could smell it, and the sergeant, who fortunately had a fire extinguisher, dashed up the stairs and found that the daughter, eldest daughter and his wife were attempting to burn documents in the bar. He soon applied the extinguisher, put some blankets from the bed on there, and they came down again. And at that stage, it was thought the place may be booby-trapped, and therefore Herr Gerlach was told to go ahead in front of us and into each room. And fortunately, after the search was done, there was no booby trap. Otherwise, maybe there'd be bloodshed, I don't know. And then they were given a short time to pack and then taken down to the quayside where they were shipped to the UK on the cruiser we came up on. During that time, it was decided that all the troops that had come up were not required and were sent back to the quay, and I was included in those. When I came down from the consulate, obviously the residents of Reykjavik had assembled on the quayside, and I was somewhat spellbound by all the beautiful girls that were around. And when I finally got to the unit, I was told that there was no fraternisation, which obviously for young fellows of 20 was a bitter blow. But anyhow, we had to take it, and some of the comrades were unloading the boats, taking the equipment off, the ammunition, and so forth. The gymnasium, or school, had been commandeered for us, so the cooks went along to prepare food. Some were posted to keep the children back, particularly, from touching the guns and so forth. There was a great curiosity with the local people and wondering what it was. Of course, a vast number of the platoons had been spread around the outer perimeter of the town, so all around the quay were the 4-inch gun battery, the pom-pom battery and the howitzer battery, as the rest had been taken there. And we really spent the day unloading, going back to the billet, having the food, and so forth. So it all went very quickly. How was your equipment at the time of occupation? The equipment was a relic of the First World War. Our uniforms, P14 rifles we had, the coastal defence guns I think came off some old destroyer which had been converted to use on land. The howitzer battery was very old. Possibly the most modern one was the pom-pom battery, the air gun, the anti-aircraft guns. They were probably built about 36. So it was fairly outdated. Very much so, yes, without a doubt. What training had you had? Well, I joined in February, as all my unit did, on the 15th of February, the same year. We'd hardly fired a rifle. We'd had a few rounds in the 4-inch gun that we had, and a very hurried preparation in the May the 6th or whenever. So very little training at all. Was it maybe then just as well that you didn't meet any resistance? Well, that is true, yeah, very much so. Particularly that our guns were not into action until about 10 days after we landed, so no resistance whatsoever. Would you have been able, do you think, to resist and beat back a German attack at this time? No way, no way. The whole thing was a bluff game.
En brátt urðu fleiri þess áskynja en íbúar Reykjavíkur og nágrennis að til landsins var komin erlendur her. Bæjarfógetinn á Seyðisfirði var á morgungöngu 10. maí þegar honum bárust fréttirnar. Og ég var þögul og vissi ekkert hvað ég átt að segja og hafði ekkert að segja en hugsaði ýmislegt. Meðal annars hvort að við myndum sleppa á Seyðisfirði. Í Seyðisfirði var náttúrulega rómuð höfn. Svo kem ég heim og þegar ég kem á skrifstofuna, þá kemur já, ég sá það nú víst þegar ég kom að það var að renna inn á höfnina breskur togari með fallbyssu í stafni. Og svo þegar ég komið þarna á skrifstofuna, þá kemur til mín skrifstofuna á þessu togara, svartum frakka með einhverja skreytingu á húnni og 2 dátar í fylgd með honum með byssur svona ösl og byssustingi á byssunum. Og hann byggði frá viðtal, þessi skipstjóri, og við förum inn og hann segir að hann kom til að hernuma Seyðisfjörð. Svo hérna það súðinn sem komin inn að 30 dáta og fjölgaðum geysi mikið þegar Anders kom, stórt farþegaskip, öldaferðmenn. Og það var náttúrulega stór hópur, ég veit ekki hvað margir þeir voru. En þeir voru miklu fleiri heldur en íbúarnir í bænum sem voru eitthvað á 10. hundruðinu líklega. Þannig slógu Bretar sig niður á hverjum staðnum eftir annan fyrstu daga og vikur hernámsins. 17. maí komu til dæmis fyrstu hermennindin til Akureyrar. Daginn áður þá hafði komið þetta frétt í degi að það væri von á þeim, þannig að það var heilmikill liðsafnaður niður á bryggju að taka á móti þeim. Þangað komu Akureyringar, ungir og gamlir, lögregluþjónn bæjarins og fleiri. Og þarna gengu á land í kringum 40 manns, breskir hermenn. Og þóttu nú heldur lítið vígalegir, svona af áhorfendum. Það voru ungir piltar og höfðu uppi svona litla hermelsku tilburði. En fljótlega þá voru þeir keyrðir hér inn í bæ, settir niður í miðbæinn og fengu þar inn í Rotterdam, Hafnarstræti 102. Húsið dró nafn af rottugangi sem var þar. Og þar voru þeir þá 2 daga sem þeir stöldruðu hér við í bænum. Því að þessi fyrsti herflokkur sem hingað kom, hann var hér aðeins í 2 daga. Og síðan voru þeir á brott og höfðu með sér einn Þjóðverja, Frank Hüter. En þá kom annar herflokkur hér mun stærri og hernam bæinn, sem við gætum sagt. Og síðan í júní og komu hingað, 30.000 hermenn og það var aðal hernámsliðið. Með komu Breta hingað kviknaði ótti við hugsanlegar loftárásir Þjóðverja. Yfirvöld létu því koma upp loftvarnakerfi. Kjallarar eins og þessi hérna í herkastalanum voru útbúnir sem loftvarnabyrgi og í Reykjavík og víða var tiltækt fjölmennt loftvarnarlið. Byrgisverðir, ruðnings- og hjálparsveitir, auk hraðboða sem útbúnir voru með hjálma eins og þennan. HB merkir hraðboði. Nú og svo voru haldnar loftvarnaæfingar sem menn munu þó hafa tekið mishátíðlega. Það var helst vart var við þýskar flugvélar sem menn gerðu sér ljóst að alvara gæti verið á ferðum. Við krakkarnir hér á Seltjarnarnesinu höfðum nú mestan áhuga á því að fylgjast með og ég man eftir því að einu sinni sem oftar þegar að loftvarnamerkið var gefið að þá vorum við hér í tíma í Mýrarósárskóla. Okkur var nú hóað saman í skyndi og átt að reka okkur í kjallara. En þegar við heyrðum skothríð hérna frá Bretunum á Valhúsahæðinni þá riðlaðist nú hópurinn og við bara stukkum hér út í gardinn og fórum að fylgjast með. Við komum nú auga á einhverja vél fljúgandi hér í suðurátt. Það var svona þokuslæðingur og freka lágskýjað. Og ég man eftir því að þeir skutu úr byssum þar sem að 5. hver kúla var rauð eldkúla. Þannig að þeir gátu svona séð í hvora áttina þeir voru að skjóta blessaðir.
Síðan var okkur sagt seinna að þetta hefði verið þýsk njósnavél og hún hefði nú verið á sveimi hérna dágóða stund yfir Reykjavík áður en þeir áttuðu sig á hvað var að ske og þeir hefðu meira segja verið að undirbúa lendingu fyrir hann á Reykjavíkurvelli. Menn huguðu líka sérstaklega að fortíð þjóðarinnar og framtíð, fortíðinni með því að flytja ýmis dýrmæt skjöl og gripi úr Landsbóka og Þjóðminjasafni austur að Flúðum og framtíðinni með því að reyna að koma sem flestum börnum í sveit. Ég veit nú ekki hvort einhverjum reglum var fylgt við val á þeim börnum sem voru send út úr bænum á þessum tíma. Ég var send tvisvar og kannski var ástæðan svo að ég átti heima í Skerjafirði hérna, milli flugvallarins og olíustöðvarinnar í Skerjafirði og þess vegna hefur sennilega verið talin meiri hætta hér en víða annars staðar. Mér er mjög minnisstætt, sérstaklega fyrriferðin. Við fórum með skipi vestur í land og við vorum ósku lítil og smá kríli, ég held ég hafi verið 4 eða 5 ára gömul, þar sem við sátum á bekkjum meðfram veggjónum í einhverjum klefa án í skipinu og dauðhrædd auðvitað við það sem verða vildi. Ég að minnsta kosti gerði mér mjög glögga grein fyrir því að hættu ástandi sem var. Kannski vegna þess að það var regla á heimili afa míns og ömmu hérna á Baugsveiðinum að menn þögðu við matarborðið þegar fréttir voru lesnar og þannig komst maður ekki hjá því að þær síguðust inn í mann og svona þessi spenna sem að fylgdi. Þar fyrir utan þá var einn af heimilismönnum okkar í loftvarnanefnd og hann sá til þess að heimilið var mjög vel útbúið, ef svo má segja, og öllum reglum var stranglega fylgt. Það var útbúið loftvarnabyrgi í kjallaranum og það voru kassar með sandi allt hús til þess að kasta á, til að kæfa eld ef upp kæmi. Það var strangt fylgt reglum myrkun, að draga fyrir gardínur og gæta þess að hafa ekki ljós og yfirlega voru kertaljós á kvöldin. Nú, þannig vissi maður af því og gerðist mjög glögga grein fyrir því að stríði fylgdi það að fólk var drepið, stríði fylgdi það að börn mistu foreldra sína og þess vegna var manni nokkuð ljóst að það gat allt eins skeð að maður væri að fara heiman og sjá sitt fólk í síðasta sinn. En nú skulum við flytja okkur set aftur í tímann. Þótt ákvörðunin að hernama Ísland hefði verið tekin í flýti í Lundúnum fáum dögum áður en breski herinn steig hér á land, hafði bæði Bretar og Þjóðverjar sýnt áhuga á Íslandi og því sem hér var að gerast löngu fyrir þann tíma. Við skulum byrja á Þjóðverjum. Mönnum stóð stuggur af ýmsum umsöfum þeirra hérlendis fyrir stríð. Menn höfðu hinn versta byggur á ýmsum sem Þjóðverjar voru að bauka hér. Það var ákaflega mikið alls konar leiðangra og þeir öllu tortryggni, menn töldu að þetta væri að einhverju leyti að minnsta kosti njósnastarfsemi til að kynna sér landið. Þegar ég var starfsmaður Hermanns Jónassonar forsætisráðherra hér í Stjórnarráðshúsinu, þá minnist ég þess að Sveinn Björnsson, sem þá var sendiherra í Kaupmannahöfn og síðar varð fyrsti forseti Íslands, hann hringdi iðulega til Hermanns og veitti honum margvíslegar upplýsingar. Meðal annars skýrði hann forsætisráðherra frá því að danska leyniþjónustan teldi sig hafa örugga vitneskju það að Þjóðverjar stunduðu miklu víðtækari njósnir á Íslandi heldur en Íslendingar gerðu sér ljóst. En Þjóðverjar seildust líka eftir beinum ítökum hér. Ljósasta dæmið og það sem kannski hefði getað orðið hættulegast var beiðni lendingaraðstöðu fyrir flugfélagið Lufthansa. Afstaða okkar allra í ríkisstjórninni var eindregið svo að það skyldi hafna því og ekki taka neina áhættu í því efni og Hermann Jónasson hann neitaði þessu eindregið fyrir okkar hönd og gekk fram í því af miklum skörskap sem töldu þetta að það væri tekin talsvert mikil áhætta í þessu eins og Þjóðverjar höguðu sér þá. En við vorum allir sammála að þá áhættu yrði að taka ef hún væri einhver. Slíkt kæmi ekki til greina. Þýska flugfélagið Lufthansa hafði komið á flugsamgöngum milli Evrópu og Suður-Ameríku og það er vitað að félagið var að undirbúa farþegaflug til Norður-Ameríku eftir norðurleiðinni yfir hafið.
og þess vegna þurfti það á aðstöðu hér að halda fyrir þetta farþegaflug á Íslandi. En af gögnum þýska utanríkisráðuneytisins má sjá að það voru einnig hernaðarástæður sem að lágu að baki beiðninni. Því miður þá þetta heldur óskýrt allt saman vegna þess að Göring, yfirmaður flugmálaráðuneytisins, altså flugmálaráðherrann þýski, hann lét eyða gögnum ráðuneytisins á síðustu dögum Þriðja ríkisins. Þannig að við höfum á litlu að byggja þetta og verðum þess að geta okkur til ástæðurnar, þessar hernaðar ástæður sem Þjóðverjar höfðu. Og þá kemur nú ýmislegt til álita. Í fyrsta lagi að þeir hafa ætlað að tryggja sér hér aðstöðu til þess að geta sendt veðurfréttir óhindrað til Þýskalands. Það var gert ráð fyrir því í þessari beiðni að Lufthansa kæmi sér upp loftskeytastöð hér og jafnframt að þýskur veðurfræðingur hugsanlega yrði ráðinn til starfa á Veðurstofu Íslands og veðurfregnir voru ákaflega mikilvægar fyrir undirbúning á öllum hernaðaraðgerðum í styrjöld. Nú í öðru lagi þá hugsanlegt að Þjóðverjar hafi verið að undirbúa njósnir á Atlantshafi. Þeir vissu að Bretar myndu setja hafbann á Þýskaland og breski flotinn myndi halda uppi eftirliti hér á sundunum norður til Grænlands og það kemur þess vegna til álita hvort að þessi flugbátar Lufthansa sem áttu að halda uppi samgöngum hingað og vestur að þeim hafi verið ætlað að njósna ferðir breskra eftirlitsskipa á þessu svæði í styrjöld. Nú síðan þá hugsanlegt jafnframt að þarna hafi verið langtímamarkmið á bakvið. Að Þjóðverjar hafi verið að hreiðra eða ætlað sér að hreiðra sig í landinu til frambúðar. Og það athyglisvert að þeir gerðu ráð fyrir því að það yrðu lagður hér flugvöllur eða jafnvel flugvellir í landinu, auk aðstöðu fyrir flugbáta. Við verðum að minnast þess að beiðnin var lögð fram sömu dagana og Þjóðverjar voru að hernema leifarnar af Tékkóslóvakíu í mars 1939 og nokkrum mánuðum síðar skall styrjöldin á. Þýskaland var þá eitt voldugasta herveldi í heimi sem allir skulfu fyrir og það þótti annálsvert að lítið land skyldi þora að neita þessu herveldi aðstöðu. Og eftir úrklippum sem maður sá úr erlendu blöðum þá virðist þetta hafa vakið nánast heimsathygli. Og ég tel að Hermann Jónasson hafi sýnt alveg sérstaka kallmennsku og hyggindi í því að neita þessari beiðni. Því að þó að það kynni að vera auðveldara að láta undan þessari ósk í bili, þá gat það haft náttúrulega stórkostlega örlagaríkar afleiðingar í framtíðinni. Og auðvitað var þessari beiðni neitað í trausti þess að breska heimsveldið réði á höfunum. Íslensk stjórnvöld höfðu líka illan bifur á Werner Gerlach sem skipaður var aðalræðismaður Þjóðverja hér á landi 1939. Menn satt að segja litu á að hann hefði mikla stjórn hér á njósnum og myndi líka ýta mjög undir alla þá sem aðhyllust nasismann hér því þeir voru þó nokkuð margir og vildi hafa hér miklu meiri áhrif heldur en eðlilegt væri. Ég minnist þess að hann sagði einu sinni við Stefán Jóhann Stefánsson sem þá var utanríkisráðherra að honum líkaði það illa að utanríkisráðherrann umgengist þýskan gyðing sem var hér búsettur. Stefán Jóhann varð auðvitað öskuvondur og lét ræðismanninn vita að það var ekki í hans verkahring að ákveða hverja utanríkisráðherra Íslands umgengist. Werner Gerlach var fyrsti raunverulegi fulltrúi þýskrar yfirdrottnarstefnu á Íslandi. Hann var einn færasti sérfræðingur Þjóðverja í líffæra meinafræði, hafði gegnt prófessorsembætti á því sviði í Sviss en rakist þaðan vegna starfa fyrir þýska nasistaflokkin. Hann hafði síðan komið sér fyrir í Þýskalandi með hjálp Heinrichs Himmlers sem var yfirmaður SS-sveitana og þýsku lögreglunar, hafði sjálfur gengið í SS-liðið
Gerlach og fengið þar foringjatign. Það er vitað að hann hafði starfað sem réttarlæknir í Buchenwald fangabúðunum, stundað þar krufningar á líkum og var í ágætum kunningsskap við Himmler. Og það var einmitt með hjálp Himmlers og sennilega að hans undirlagi sem að Gerlach fékk ræðismannsembættið á Íslandi. Og hér hafði hann tvenns konar erindum að gegna. Í fyrsta lagi fyrir þýska utanríkisráðuneytið. Honum var ætlað að efla hér mjög ítök Þjóðverja í stjórnmálum og í viðskiptum. Honum var ætlað að reyna að koma fram kröfu Þjóðverja flugstöðvar á Íslandi, kröfunni sem að ríkisstjórnin hafði neitað í ársbyrjun eða á útmánuðum 1939, skömmu áður en að Gerlach kom hingað til lands. Í öðru lagi fékk Gerlach leynileg fyrirmæli frá Himmler. Þessi fyrirmæli er ekkert vitað annað en það að honum var ætlað að stunda hér moldvörpustarfsemi. Við verðum síðan að geta okkur til það hvers konar starfsemi það hafa átt að vera. Og það bendir flest til þess að Gerlach hafi átt að koma hér upp einhvers konar 5. herdeild Þriðja ríkisins á Íslandi. Fyrst og fremst með því að skipuleggja hér nasistaflokkin þýska meðal Þjóðverja sem búsettir voru á Íslandi, en einnig að reyna að draga Íslendinga inn í þennan hóp. Allt er þetta til marks þann áhuga sem að var vaknaður á Íslandi meðal æðstu manna Þriðja ríkisins það leyti sem að styrjöldin hófst. Og þá ég fyrst og fremst við Heinrich Himmler og Göring, yfirmann Luftwaffe, flughersins, flugmálaráðherra. Gerlach var í tengslum við þessa menn báða og kunningsskap og þeir höfðu hann í hávegum sem harðskeyttan nasista og erindreka Þriðja ríkisins. Þegar Bretar hernámu Ísland, þá tóku Svíar að sér að gæta hagsmuna Þjóðverja hér á landi. Og við stríðslok þá óskaði sænska ríkisstjórnin eftir því að íslenska ríkisstjórnin tæki við eignum Þjóðverja, það er að segja Túngötu 18 sem var bústaður og skrifstofa þýska ræðismannsins, Dr. Gerlachs. Ég var þá starfsmaður forsætisráðherra og ríkisstjórnin ákvað að ég skyldi annast yfirtöku þessara eigna. Í húsinu reyndist vera lítið af skjölum. Gerlach hafði að sögn brennt mest af þeim og Bretar hirt hitt. Hins vegar voru þar margs konar aðrir munir og sumt af þeim er nú geymt í Þjóðminjasafninu. Já, hér sjáum við nokkuð af þessum munum sem sent var í Þjóðminjasafnið úr þýsku ræðismannsskrifstofan og eru varðveittir þar. Til dæmis skiltið sem var á Túngötu 18. Hér er mynd af Hitler, fánar þýska ríkisins, þarna er korði og einkennisbúningar, SS-búningar. Hér eru líka ljósmyndir og það sem er sérkennilegt við þær er að það er ekki bara venjulegar myndir af leiðtogum þýska ríkisins, heldur eru þær persónulega áritaðar til fjölskyldunar. Ekki bara til Gerlachs, heldur fjölskyldunar, til dæmis dóttur Gerlachs. Og þessar myndir eru frá Himmler og Göring. Svo það sést af þessu að hann hefur verið, Gerlach og hans fjölskylda hefur verið í nánum tengslum og vináttu við þessa höfuð leiðtoga þýska ríkisins. Og þetta er ekki bara venjulegur ræðismaður, heldur háttsettur flokksmaður. En Bretar höfðu líka haft gát á ýmsu hér og þegar stríðið var skollið átöldu þeir sem nauðsynlegt að fylgjast enn betur með því sem hér kynna að vera að gerast. Og þeir áttu hér stuðningsmenn sem töldu fulla ástæðu til þess að óttast umsvif Þjóðverja hérlendis og að saman færu í því efni hagsmunir Breta og Íslendinga. Á þessum árum það var mikið ótti við Þjóðverja. Ekki aðeins að sem fyrst og fremst myndi hertaka landið, en koma fyrir ýmsum sendistöðum og olíubirgðum á Askeftarfjörðum. Og þetta var til þess, þetta stríð
byrjaði, eða kannski áður en hann byrjaði, að þá vildi breski flotinn og breska leyniþjónustan koma upp einhver eftirlitskerfi hér á landi og það var lagsveiðimaður í Þorsteins-Skjú sem hafði samband við Jónas frá Hriflu um það hvort að hann gæti verið hjálplegur að koma svona eftirliti upp. Og þá var einhvern tíma þegar ég kom heim til Jónasar, hann sagði frá því að þeir Þorsteins-Skjú voru búin að ákveða að koma þessu kerfi á rakirnar og gera það þannig að fá ákveðin mann til að færðast hringinn kringur landið með Þorsteins-Skjú og með bréf frá Jónasi að biðja ákveðin mann á hverju stað að senda tímanum skeyti eða yrði varið við kafbáta eða eitthvað grunsamlegt. Hvernig átti þetta kerfi að virka? Þessi átti ég að koma svo áleiðis. Það voru talað við ákveðin mann sem kæmi fréttunum svo áleiðis til Breta. En hvernig hann gerði það veit ég ekki. Hvort hann hafði samband við einhvern annan hér heima eða sendi fréttir beint út eða enga hugmyndi það. En hver var þessi maður? Já, það get ég nú ekki sagt eða vil ekki segja. En þetta var maður sem ég þekkti mjög vel og var góður kunningi minn. Ég hef talað oft við í síma. Mér var ráðlagt að halda því áfram og tala við hann eins og venjulega daginn og veginn. En skjóta svo og minnast á stríði líka vegna það var byrjað þá. Og skjóta svo inn í upplýsingum að tíminn hefði fengið skeit þetta kapátt þarna og ef það lágu fyrir upplýsingar það. En hvers vegna þurftur að vera að tala utan að þessu svona? Já, það var vegna þess að Jónas gat oftast að það veri liðið simtur frá tímanum. Og hverju átt að gera það? Það vissi maður ekki. En það sá ótti var talsverður á þeim tíma símar verið liðræðir. Fenguðu þá nokkuð tíman upplýsingar kafbátaferðir hér við land? Við fengum upplýsingar minnst 3 eða 4 skipti. Og þessum upplýsingum var komið áfram til Breta? Já. Nú var Jónas frá Hriflu þessar mundir formaður Framsóknarflokksins og formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Heldurðu að hann hafi látið ráðherra flokksins Hermann Jónasson og Eystein Jónsson vita þetta? Ég veit ekki til þess að láta aðra vita því nema mig. Þannig að hvorki Hermann Jónasson né Eystein Jónsson ráðherra flokksins hafi vitað þetta? Það vissi ég ekki. Nei, það nú svo skrítið. Ég vann á þessum árum ákveðlega náum með Jónasi en ég vissi ekki þetta. En ég verð að segja það að mér líka það mjög vel þegar ég frétti þetta. En þér finnst ekki óeðlilegt að formaður utanríkismálanefndar með tillit til hlutleysis landsins stæði í svona starfsemi? Það var ekkert óeðlilegt sem gekk í þá átt að forða okkur frá því að lenda undir nasistana. En hafði Ísland þá komist á blað í hernaðaráætlunum Þjóðverja í þann mund sem stríðið hófst? Við spurðum Jürgen Rover sem einn fremsti fræðimaður Þjóðverja í hernaðarsögu og var raunar sjálfur í þýska kafbátaflotanum á stríðsárunum. Es ist so, dass man sehen muss, zunächst einmal wollte Hitler nach der Lösung der polnischen Frage und der Frage, wie man mit Frankreich zurechtkommt, auf jeden Fall die europäische Sowjetunion unter seine Kontrolle bringen, also den Lebensraum für das deutsche Volk nach Osten erweitern. Das war sein primäres Ziel. Er war sich aber darüber klar, dass er auf längere Sicht, fraglich ob noch zu seiner Lebenszeit oder danach, eine Auseinandersetzung mit den angloamerikanischen Seemächten und vor allem mit den Vereinigten Staaten würde führen müssen. Und für diese weit in der Zukunft liegende, also nach 1944, 1945 liegende Zeit, war ja 1938 auch ein großes Flottenbauprogramm in Gang gesetzt worden. Diese Planungen lagen aber noch so weit in der Zukunft, dass man zwar den Flottenbau begonnen hatte, er wurde ja dann, als der Krieg begann, zunächst mal gestoppt. Er schwebte aber so als Zukunftsvision weiterhin in den Überlegungen. Aber konkrete Planungen, wie Operationen zu führen seien und ob Island dabei eine Rolle spielen könnte, hat es bis zu diesem Zeitpunkt, Anfang des Krieges 1939 noch nicht gegeben. En grunnt var á gegnum við Þjóðverja hér og víðar á Norðurlöndum fyrir stríð eftir því sem ágengni þeirra við aðrar þjóðir færðist í aukana. 1938 þóttust menn sjá að til stríðs hlyti að draga fyrr en síðar. Þá var strax farið að gera ráðstafanir til að undirbúa styrjöld hreinlega. Þá var gerðu Norðurlöndin til dæmis sameiginlega hlutleysisyfirlýsingu. Þá voru sett lög stríðsráðstafanir ef þeirra þyrfti að grípa, dreifingu vara og annað þess háttar.
það var farið að reyna að koma upp byrðum af allra nauðsynlegustu vörum í samráði við innflytjendur þó að skilyrði væru erfið og gjaldeyrir lítill. Það var farið að reyna að koma upp þjóðstjórn sem að þó var nú aðeins 3 flokka stjórn vegna þess að sósíalistaflokkurinn var svona alveg sér á báti þá, gjörsamlega, og var svo fjarri hinum að hann gat ekki verið með. Og það var reynt að fara að gera ráðstafanir vestra, það er að segja í Bandaríkjunum, til þess að eiga aðgang að vörum ef að Bretar gætu ekki látið þeir af hendi og við styrjaldar ástæður. Og það var farið að reyna að útvega peninga þar líka ef það yrði stórkostlegur dollarskortur vegna þess að viðskiptin hryndu saman. Sem sagt þá voru margvíslega styrjaldarástafanir gerðar strax 1938. Og þess var skammt að bíða að í ljós kæmi að þessar ráðstafanir höfðu ekki verið á ófyrirsynju. Í dögun 1. september 1939 lögðu Þjóðverjar til atlögu gegn Pólverjum. Þá hófst hildarleikur sem stóð í nærri 6 árum víða veröld og kostaði að ætla þeir 35 til 40 milljónir manna lífið. Og lauk ekki fyrir en Bandaríkjamenn vörpuðu atómsprengjum á japansku borgirnar Hiroshima og Nagasaki í ágúst 1945. Það tók þýsku hersveitirnar ekki nema mánuð að brjóta pólska herinn á bak aftur. Þjóðverjar fögnuðu leiðtoga sínum Adolf Hitler á fjöldafundum þar sem sigur og hillingarópunum ætlaði aldrei að slota. Hann var maðurinn sem milljónir Þjóðverja álitu endurlausnara sinn, maðurinn sem hafði þýsku þjóðina til vegs og virðingar á ný eftir niðurlægingu áranna milli stríða. Benito Mussolini var einvaldur á Ítalíu þegar Hitler náði völdum í Þýskalandi og gekk 1940 til liðs við Þjóðverja í stríðinu. Bretar höfðu verið tregir til þess að horfast í augu við raunverulegan gang mála á meginlandi Evrópu, en klukkan 11. 3. september 1939 var ljóst að Þjóðverjar höfðu haft að engu áskorun bresku stjórnarinnar að þeir flyttu lið sitt frá Póllandi. Neville Chamberlain, forsætisráðherra, tilkynnt að skollið var á stríð milli Breta og Þjóðverja. Bretar höfðu vígbúist nokkuð en voru þó ekki vel undir átök búnir. En í stríðsbyrjun var breskur stjórnmálamaður sem lengi hafði fyrir daufum eyrum varað við því að styrjöld væri yfirvofandi, hvattur til starfa og falið að sjá flotann. Þessi maður var Winston Churchill. 9 mánuðum síðar var hann orðinn forsætisráðherra Breta. Í Frakklandi hélt Edward Daladier stjórnartaumana. Hernaðarlega voru Frakkar betur á vegi staddir en Bretar en pólitísk sundrung var þeim fjötur fót. Frakkar settu traust sitt á mikla varnarlínu, Maginot-línuna. En þegar Þjóðverjar réðust gegn Frökkum fóru þýsku hersveitirnar einfaldlega á svig við hana. Þá rættust varnaðarorð ungs liðsforingja sem síðar var leiðtogi þeirra landa sinna sem snerust gegn Þjóðverjum með vopn í hönd og var þeim mesti áhrifamaður föðurlandsins næstu áratugina, Charles de Gaulle. Viku áður en stríðið skall á hafði Joachim von Ribbentrop, utanríkisráðherra Þjóðverja, haldið til Moskvu og skrifað þar undir griðasáttmála við Sovétstjórnina. Þannig hugðist Jósef Stalin, leiðtogi Sovétríkjanna, halda þeim utan við styrjöldina meðan Vesturveldin og Þýskaland ættust við. Við upphaf stríðsins hafði Franklin Roosevelt Bandaríkjaforseti ávarpað landa sína. This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. Þegar Bretar komu til Íslands höfðu Þjóðverjar lagt undir sig 5 grannríkja sinna. Austurríki, Tékkóslóvakíu, Pólland að mestu á móti Sovétmönnum, Danmörku og Noreg. Og sama dag og Ísland var hernumið réðust Þjóðverjar með leiftursókn inn í Holland og Luxemborg inn í Belgíu. En hvaða augum litu Þjóðverjar Ísland hernaðarlega þegar hér var komið? Für Hitler ergab sich dann im Mai, während die Kämpfe in Norwegen und in Frankreich noch liefen, die Frage, wie
man mit England schließlich zu einer Lösung kommen könnte. Sei es, dass man also England besiegt und England kapituliert. Aber es war ja ein weiter Weg dorthin und man überlegte sich nun, welche Möglichkeiten gibt es. Und in diesem Zusammenhang ist im Mai 1940 die Überlegung aufgekommen, ob man nicht England gewissermaßen einkreisen könnte durch eine Invasion Irlands im Westen und Islands im Norden. Es wurden dann entsprechende Studien, vor allem auch bei der Seekriegsleitung, angestellt. Und es stellte sich heraus, dass beide Operationen logistisch einfach nicht zu unterhalten waren. Die isländische Operation noch viel weniger als die irländische. Und so sind diese Studien Icarus, das war der Tarnname dafür, eigentlich schon im Juni wieder ad acta gelegt worden. Kein Mensch hat sich also ernsthaft mit konkreten Planungen für diese Operation beschäftigt. Bandamenn hopuðu nú allstaðar á hæli á meginlandi Evrópu og sókn Þjóðverja lauk í bili með því að hersveitir Breta og Frakka voru króaðar af í Dunkirk á Ermarsundströnd Frakklands. Þaðan tókst þeim með herkjum að komast yfir sundið til Bretlands en búnaðarmest allan varð að skilja eftir Þjóðverjum að herfangi. Þjóðverjar snerust nú með öllu afli gegn Frökkum og undir júnílok skrifaði ný frönsk ríkisstjórn Henri Philippe Pétains Marskáls undir vopnahléssamninga og Þjóðverjar höfðu 2/3 hluta Frakklands á valdi sínu. Nú stóðu Bretar einir gegn Þjóðverjum sem réðu strandlengju meginlands Evrópu frá Noregi suður undir Spán og hófust handa að búast til innrásar í Bretland. Útlitið var því ekki glæsilegt fyrir Breta þessar mundir, þótt þeir reyndu að bera sig vel eins og við sjáum í fréttamynd frá upphafi hernámstímans á Íslandi. Iceland has grown from a land which was only interesting when the weather was peculiar to a military base of first-class importance. When Denmark fell to the Nazi invader, Britain forestalled any possibility of a German attempt to move against her sister nation, Iceland. British troops were dispatched immediately to take over the job of fortifying this land in the north, and they were surprised to find that it wasn't all ice and snow. This, in a sense, was an invasion, but it was the most friendly invasion in history, because the authorities in Iceland recognized that only by allowing Britain to undertake her defense could they be sure that Germany would be kept out. By now, the British Army has settled down, but it is a lonely vigil that they keep on top of the world. So let us not forget them when we remember the millions of others who fight with us for freedom. En hvaða viðbúnað höfðu Bretar þá hér við upphaf hernámstímans og hvernig ætluðu þeir að nota aðstöðu sína og liðsafla? Þeir höfðu lofað að tryggja öryggi Íslands. Gátu þeir staðið við það heit? Að kvöldi þessa fyrsta hernámsdags þá héldu bresku herskipin á brott frá Reykjavík sökum atburða sem höfðu átt sér stað í Niðurlöndum þann sama dag. En það var þá ljóst að landgönguliðinu hafði tekist ætlunarverk sitt og það án blóðsúthellinga. Landgönguliðið hafði þá komið sér fyrir á þeim stöðum sem að því var uppálagt að ná á sitt vald og undir herfylki 150 manna réð þá Reykjavík. Annað hafði tekið sér stöðu beggja vegna Hvalfjarðar og það þriðja var austur í Kaldaðanesi, upp á Sandskeiði og inn í Vatnagörðum. En það voru þeir staðir sem að talið var líklegast að Þjóðverjar myndu reyna að lenda flugvélum á eða fallhlífaliði í nágrenni Reykjavíkur. Stórskotalið var af skornum skammti. Þar var einungis að ræða fáeinar fallbyssur og nokkrar loftvarnabyssur og að kvöldi 10. maí var einungis búið að koma upp einni loftvarnabyssu á Skólavörðuhæð. Þannig beið nú landgönguliðið þess að breski landherinn kæmi og leysti þá af hólmi en fyrstu bresku landhermennirnir komu til Íslands 17. maí og þeir voru tæplega 4.000. Síðan bættist við þetta lið sumarið og eftir að Kanadamenn voru komnir til landsins í júlí 1940 að þá var fjöldi hermanna á Íslandi að nálgast 15.000 og þá má telja að öryggi landsins hafi verið orðið nokkuð vel tryggt. Brátt höfðu því farið að sjást hér hermenn fleiri þjóða en Breta sem höfðu líka strax haft við orð að þeir hygðust ekki verið hér deginum lengur en nauðsynlegt væri. Raunar hófust þeir þegar handa við að fá aðra til þess að leysa sig af hólmi enda töldu þeir sig hafa fulla þörf fyrir liðsafla sinn annar staðar og sáu líka fljótt að hér þyrfti að vera fjölmennara lið
en þeir höfðu í fyrstu gert ráð fyrir. Reyndar voru Bretar varla lentir hér fyrir en þeir sneru sér til Kanadamanna með óskir að þeir tækju hersetuna að sér, enda hafði Kanadastjórn áður boðið breskum stjórnvöldum aðstoð sína í styrjöldinni. Kanadamenn voru ófúsir að verða við þessari ósk. Þeir voru á þessum tíma að safna saman liði til að mynda 2 herdeildir sem að senda átti til Bretlands, en sættust þó á að senda hluta af þessu liði til Íslands sumarið 1940 til að styrkja varnir Bretana hér. Það fór heldur aldrei svo að þeir tækju við hersetunni á Íslandi af Bretum alfarið, því að Churchill skar úr það að heppilegast yrði að sameina þessar kanadísku herdeildir í Bretlandi og hafa þær til varnar í suðaustur Englandi, þar sem að búist var við innrás Þjóðverja á hverju stundu. Kanadísku hermennirnir komu til Íslands í júní og júlí 1940. Þetta var 2600 manna fótgöngulið sem að tók sér stöðu í Kollafirði og annar staðar í Mosfellssveit. Og þegar það kom fram á haust 1940 þá fóru fyrstu sveitirnar áfram til Englands eftir að breskar hersveitir höfðu tekið við hlutverki þeirra hér og síðustu Kanadamennirnir héldu af landi brott vorið eftir. Í fyrstu var hlutur breska flughersins og flotans í hersetunni næsta takmarkaður. Raunar kom mikilvægi Íslands ekki að fullu í ljós fyrr en í orrustunni Atlantshafið sem svo var nefnd. Það baráttu bandamanna við að tryggja siglingar með hvers konar hernaðarnauðsynjar frá Bandaríkjunum til Evrópu og tilraunum Þjóðverja til þess að skera á þessa lífæð, einkum og sérlagi með kafbátahernaði. Áætlanir flotans miðuðu við að varnir á landi yrðu nægjanlegar til þess að halda aftur af innrásarliði þar til breska heimaflotanum sem aðsetur hafði í Skapaflóa og Orkneyjum gæfist ráðrúm til að halda til Íslands og reka óvinaflotan á brott. Þannig var hægt að beita flotanum annar staðar og hann þurfti ekki að vera staðsettur við Ísland, en jafnframt var það komið upp aðstöðu í Hvalfirði og víðar fyrir heimaflotan og eins til að þjónusta eftirlitsskipin sem að höfðu eftirlit með hafnbanslínunni milli Grænlands, Íslands og Færeyja. Ísland hafði verið dregið inn í átök stórþjóðana sem enginn gat vita hversu lengi stæðunni eitthvað enda fengju. Menn stóðu nú frammi fyrir því að erlendur her var sestur upp hér og viðbrögð við hernámi Breta voru af ýmsum toga. Það var ofan á að kalla á gesti. Þjóðverjar hefðu ekki verið kallaðir gestir hefðu komið hér, því að því hefðu fylgt ógnaröld. Ef að Þjóðverjar hefðu komið hér en ekki Bretar, það hefðu fylgt í hrein ógnaröld og ég hygg að margir hafi verið mjög spenntir þessa nótt sem að fréttist að floti kæmi að landinu, að fá að vita hvort það voru Bretar eða Þjóðverjar og að þungum steini hafi létt af mörgum þegar þeir urðu þess varir að það voru Bretar en ekki Þjóðverjar. Fyrstu minningar mína frá styrjöldinni stóru eru snemma að morgni hernámsdagsins. Við áttum þá heima hér á Stórabjargi á Seltjarnarnesi. Ég rumskaði við einhvern eril í kringum mig en glaður vaknaði þegar ég heyrði móður mín að segja Guði sé lof, þetta eru Bretar. Og mér virtist öllum létta að þetta skyldi vera breskt hernámslið en ekki þýskt. Ætla má að þessu líka hafi viðbrögð flestra, líklega þorra landsmanna verið, að af tvennu illu væri þó skárra að fá hingað Breta en Þjóðverja. En ekki voru þó allir þeirrar skoðunar. Þegar hernámst morgunin þá bjó ég í húsinu hérna baka okkur, númer 17. Og það kom þvottakona eldsnemmi morgunin og bablaði einhverjum það að það væri komið fullt af hermönnum. Og ég fór strax út í gluggann og horfði út því hún sagði að það væri hér á horninu væri hermenn. Og þá sá ég 3 eða 4 hermi hér með alvæpni, hríðskotabyssu og allt, alveg á þessu horni hérna. Ég sendiráðið þýska var þarna hinum megin. Og ég man að ég sagði við pappa, ég vildi óska þess að þetta væri Þjóðverjar. Þegiðu strákur, sagði pappi. En svo fékk maður að fara út, hann ætlaði ekki að þora að hleypa mér út og þá var ég fyrir miklu vonbrigðum. Þetta voru Bretar, en ekki Þjóðverjar. Heldur þetta hafi verið stór hópur sem var þessa sinnis? Já, það var nokkuð stór hópur það leyti og við vorum kannski mikið til unglingar sem að hrifustum af glæsileika þýska veldisins. Það voru fallegir búningar og
hraustir hermenn og við bárum mikla virðingu fyrir og vorum stoltir af þessu. Gerðu þið þá eitthvað til þess að sýna andúð ykkar á breska setjuliðinu? Það var nú sko fátæklegt, við reyndum svolítið að stríða þeim, góðlátlega, þeir tóku þessu nú sko vel. Við gengum með svartan borða þegar var til dæmis átti afsamæli frá hernáminu, þá gengum við með svartan borð handlegginn og undir borðanum eða innan á borðanum var þýski hakakrossin og íslenski fáninn svona í kross. Þorðum ekki að hafa utan á. En hvernig tóku Bretarnir þessu? Einstinkt okkur bara, þeir hlóga okkur. En hvernig þóttu bresku hermönnunum viðtökurnar á Íslandi? Patrick Duffy, sem síðar var þingmaður verkamannaflokksins og flotamálaráðherra, var sjóliði á herskipi við Ísland. Hann lýsir afstöðu Íslendinga svona. They were hostile, but not offensively. So, now and then, you would be reminded by them, where you entered into conversation with them, that we had no right to be here. Now and then they would put the question to you, what are you doing here? And your answer? We were here to prevent the Germans coming here. It's only fair to say, I did encounter some Icelanders in those days, not many, but I encountered one or two who said they preferred to have the Germans here to the British. It's only fair to put that on record. En hvað vissu bresku hermennindi þá þetta land og þjóðina sem það byggði? Nothing. Nothing. The only little bit I knew about Iceland was that its position on the map by geography at school. We were very ignorant or naive when we thought they were akin to the residents of Greenland, almost, that they lived in igloos or in Eskimos. So we was quite astounded when we really found out what it was like. I was captivated by it from the moment I arrived. Even though I was only 20 years of age, I was already going to university, and I was very quick to perceive the number of bookshops. There then seemed to be a surprising number of bookshops, and I quickly appreciated the literacy of the Icelandic people. I found them not only well read, I found them sturdy and robust, very individualistic. My impressions were that it was a beautiful country in a peculiar sort of way. Much of it seemed to be barren, and yet at the same time, wherever you looked, at the right time of the year, there were such beautiful wild flowers growing, and it was a place of, could we say, stark beauty. And the geysers and the hot springs were something that had to be seen to be relieved. And also, I do remember, I don't know exactly where it was, but watching 2 or 3 ladies doing the washing on the side of the hot springs, and how the stones were as smooth as silk, just with wear over the years. And I'll always remember Iceland as a beautiful place.